Fyrstur talar Rögnvaldur Gunnarsson, fyrrverandi forstöðumaður framkvæmdadeildar Vegagerðarinnar. Erindi hans nefnist minningar af Skeiðarársandi. Rögnvaldur, gjörðu svo vel. Ég leyfi mér að nefna þetta minningar í nafni þess að minningar mínar eru svona, minningar einhverja annara af því sama atviki eru öðruvísi og það er ekki kallað lygi þó að ég minnist þessa á þennan hátt og einhver annar minnist á hinn veginn eins og gjarnan hefur verið talað í endurminningabókum. En ég ætla nú ekki að byrja á brúargerð, heldur aðeins að segja frá kynnum mínum af Skeiðarársandi og nágrenni áður en vega- og brúargerð hófst. Þó ég muni ekki mikið eða langt aftur í tímann, þá held ég að það hafi verið árið 1963 sem ég fór með frændum mínum, brottfluttum öræfingum, norðurleiðina hringinn í kringum landið á Viljaséppa. Það vantaði töluvert upp á brúargerð á Suður- og Suðausturlandi á þeim tíma. Hornafjarðarfljót var komið 61, Fjallsá 62 og í Öræfunum voru 2, kannski 3 brýr á ám. Allavega Skaftafellsá frá 54 og Virkisá frá 58 og þær eru þarna ennþá. Þó hafi eitthvað verið gert til góða. Það var því kannski ekki mjög auðvelt að fara þessa leið. Við gistum í tjaldi sem voru með okkur. En sérstaklega var þetta erfitt sunnan jökla. Það var ferjað á pramma yfir Jökulsárlón eða yfir Jökulsá. Og á vesturleið þá var Villisinn settur í vatnadrekann yfir Skeiðará. Næstu kynni af þessu svæði vor þegar ég var sumarstarfsmaður í brúarvinnuflokki Jónasar Gíslasonar árið 1965. Það var annað árið mitt í brúarvinnu, var fyrst við Steinavötn í Suðursveit 64 og í Öræfunum voru þá byggðar 3 brýr sem standa, 2 sem standa enn, það er að segja Svínafellsá og Kotá og verða því 60 ára á næsta ári. Svo 3. Gljúfursá hjá Fagurhúsmýri var rifin 2012. Tengingin við Skeiðarársand var dálítið áþreifanleg þegar vinnuflokkurinn með sitt hafutask var fluttur vestur yfir sandinn og vatnadrekann. Það var ævintýralegt ferðalag, ekki endilega ferð drekans yfir árnar, heldur hitt að hann keyrði allan sandinn með okkur og hafutaskir. Þessi landgönguprammi var fyrst og fremst ætlaður til að fara yfir árnar en ekki keyra sandinn. Hann var á gúmmíbeltum sem slittuðu hratt og hann eyddi óhemju bensíni. En það var erfitt að vera farþegi á drekanum. Í farangursrýminu þar sem farangurinn okkar var sængurnar og koddarnir og allt það fötin. Þar var allt svo fullt af ryki að það var ekki hægt að vera í þurrum sandinu. Og upp á dekki drekans var heldur ekki hægt að vera því að það var svo heitt. Það var ekki hægt að standa kjur nema stutta stund í einu og að sitja var alveg vonlaust. En við vorum á leiðinni upp í Þjórsárdal. Það var að verða að byggja upp Þjórsárdalsveginn vegna virkjunar Búrfells og við komum að Fossá kvöldið og það var svolítið erfitt því að við þessan fyrstu nótt þá sváfum við eiginlega í Skeiðarársandi en ekki á hann. Því að öll föt voru full af ryki og sandi. Næstu kynni voru vorið 68. Á þessum tíma voru vinsælt að fara í páskaferðir í Öræfi þegar minnst var í vatnunum. Nokkur ungmenni voru spennt fyrir slíkri ferð, ekki síður en aðrir þéttbýlisbúar. Og þó að faðir minn hafi ekki verið komið með bílpróf á þessum tíma, hann gefið það seint, þá átti hann 1951 módel á Land Rover. Landbúnaðartæki sem hann hafði fengið á einhverjum sveitabænum. Hann bar þess merki
og var meðal annars með beisli að aftan en ekki krók. Við fengum hann að láni með þeirri uppskrift að móti okkur kæmi Magnús bóndi í Svínafelli á GMC-trökk og fylgdi okkur frá Gígjukvísl og tæki okkur á palli við Skeiðará. Það gekk nú allt eftir og slumpaðist þetta. Að vísu flaut landróðurinn stund á bakaleiðinni yfir Gígjukvísl og einhverjir vöknuðu í fætur og það fækkaði tímabundið gírum í landbúnaðartækinu. En sumarið 1968 var brúanuflokkur Jónasar Gíslasonar brúa Hrútá meðal annars. Og það má geta þess í framhjálaupi þar að á þeim tíma var einungis 1 frí yfir sumarið. Það var að segja kringum Vestmannaeyja. En undirritaður og annar vinnufélagi, við vorum að safna fyrir námi eftir framhaldsskóla og fengum að vera áfram meðan hinni voru í frí og mála stálbitana við Hrútá. Ég skal nú ekki segja hversu mikil afkostin voru en við vorum þarna meðan aðrir voru í frí. En tengingin við Skeiðarársand svo að það var gerður út leiðangur til að reyna að reka niður staura á Austurbakka Skeiðarár og það var farið með fallóð vestur að Skeiðará og reknið niður sennilega 6 til 7 metra langi staurar, trésstaurar með einhverju millibili frá Skaftafelli og niður að því brúastæði sem endað var með. Tilgangurinn var náttúrulega að kanna hvort einhver munur væri á grófleika sandsins á þessum bili. Undirrituðum hlotnaði sá heiður að fá að telja og skrá höggafjölda og gangstaurana. En ekki minni svo gott að ég geti sagt til mun milli þessara staða. Eðlilega var dregin svo ályktun að sandurinn væri fíngerðari eftir sem lengra dró frá jöklinum. En ég efast að niðurstöðu þessara niðurreksturs hafi ráðið staðsetningu brúar á Skeiðará nema litlu leyti. Megin ástæðan fyrir því að brúin endaði þessa 5 kilometra frá Skaftafellsbrekkunum eflaust svo að minni líkur á stórum ísjökum úr Grímsvatnahlaupum þegar svona langt var komið frá jökli og einnig hugsað framhald hringvegarins í austur með stefnu frá Skeiðarábrú það bil austur að Kotá. Flutningur vegarins sunnar og lengra frá fjöllunum var komin á dagskrá á þessum tíma vegna styttingar vegarins en ekki síður vegna til að minnka hættu á stormsveipum sem eru sunnan þessara háu fjalla. En þessi færsla hefur ekki orðið ennþá að veruleika og þess vegna eru þessar brýr á Svínafellsá og Kotá ennþá einbreiðar eins og verðan til 60 ára á næsta ári. Nú tenging hringvegarins við Skeiðarársand átti alllangan aðdraganda enda verkið talið flókið, dýrt og óvíst aðdri mannvirkja á sandinum vegna jökulhlaupa sem komu við nokkur reglulegu millibili. Frá því í byrjun 7. áratugarins höfðu verið gerðar ýmsar rannsóknir og athuganir vegna hugmynda að koma á vegasambandi hringinn í kringum landið og þá með þennan lokaáfanga, þessa rúmu 30 kilometra yfir Skeiðarársandinn. Athuganir voru fólknar í rannsóknum og athugunum og Grímsvatnahlaupum, hlaupum og Grænalóni, vestan Skeiðarárjökuls, sem voru töluverð þá, þó þau sjáist ekki lengur, og reynslismælingum. Með vissu 4 stór jökulhlaup á 20. öldinni, 34, 38, 45 og 54, sem voru álitin 10 til 40.000 rúmmetrar á sekundu, sem hámarksrennsli og að ekki væri raunhæft að byggja mannvirkja á Skeiðarársandi sem stæðu slík hlaup af sér, án verulegra skemmta. Síðan hefur komið minni hlaup eftir 54, það 60 og 65 og var þá hámarksrennsli 5 til 6.000 rúmmetrar. Á árinu 1967 var samþykkt þingsályktunartillaga að gera akfært umhverfis landið og komst í framhald að því nokkuð skriður og undirbúning, meðal annars var byggður tilraunagarður við Skaftafellsbrekku 69, því að búist var við Grímsvatnahlaupi 1970 til 71, sem kom svo ekki fyrir 72. En á árinu 1971 var vegamálastjóra falið að láta gera kostnaðar og framkvæmdaáætlun mannvirkjagerð á sandinum.
Einnig voru þá samþykkt lög á Alþingi útgáfu happdrættisskuldabréfa til að fjármagna framkvæmdirnar og á árunum 1972-74 voru seld happdrættisskuldabréf fyrir 730 milljónir króna. Þeim að góðir menn reiknuð út hér við borðið áðan að getur verið 7,3 til 4 milljarðar í dag. Þetta voru gamlar krónur. Merksina. Nú, áður en hægt var að ráðast í framkvæmdir á Skeiðarársandi var ljóst að það þyrfti að endurbæta vegakerfið sérstaklega vestan Skeiðarársands. Og það má segja sem svo að ýmsar framkvæmdir á Suðurlandi á 7. áratugnum hafi í raun og veru tengst þessari framkvæmd. Jafnvel frá 67 þegar Jökulsá og Sólheimasandi var byggð. Það var Grindarbitabrú sem ekki hefði þolað neina flutninga hingað. Brú á Hverfisfljót 68, brú sem var frá 1913. Og síðan Grindarbita á Brunná í Fljótshverfi. Brýr undir Eyjafjöllum 71 og 2, Bakkakotsá, Svaðbælisá og Kaldaklísá sem voru bara timburbrýr. Nú þær hefðu allar orðið farartálmi vegna flutninga austur á Skeiðarársand. En síðan byrjar árið 1972 mikill undirbúningsframkvæmd til þess að ljúka því að hægt væri að flytja efni og vélar austur á Skeiðarársand. Á kaflanum frá Kirkjubæjarklaustri að Lómagnúp voru nýbyggðir eða styrktir 30 km vegar og byggða 6 brýr. Stærsta Breiðdalakvísl eða Geilandsá. En einnig Þverárvötn, Landáll, Brúará, Krossá og Aurá. Nú austan Skeiðarársands var byggður 7 km langur vegur milli Virkisár og Skaftafellsár. Þetta var allt unnið frá vori til hausts 72. En þegar sumarvatnið datt úr jökulánum á Skeiðarársandi var hafist handa við byggingu undirstaðabrúar á Núpsvötn og Súlu. Það sé að Bergvatnsána Núpsvötn sem var þá og jökulána Súlu. Og var lokið við gerð allra 10 undirstaða þessara 420 metra löngu brúar og hafi vinna við varnargarða á árinu 72. Og meðan á þessari framkvæmd stóð var Núpsvötnunum veitt í vestur og Súlu í austur og byggða bráðabirgðabrýr á báðar hafnar með sama fyrirkomulagi og við erum enn að byggja bráðabirgðabrýr. En það eiginlega ekki fyrr en eftir þessar framkvæmdir í byrjun árs eða lok janúar 73 sem megin aðkoma undirritans hefst í þessu verkefni og var hann fólkin í umsjón með uppröðun, samsetningu, uppsetningu og frágangi á yfirbyggingu. Ég tel rétt að fara aðeins yfir umhverfi og aðstöðu við þessa framkvæmd. Verkefnið var unnið við vetrartímann eins og áður sagt, þegar minnst var í jökulánum og unnt að veita þeim frá. Á þessum árum rak Vegagerðin, sem var þá Vegagerð ríkisins, vinnuflokka sem sáu stóran hluta að framkvæmda, bæði í brúagerð og vegagerð. Í báðum tilfellum voru þó leigð tæki af tækjaeigendum, einnig vörubílar frá vörubílstjórafélögum og það sem var öðruvísi heldur í dag að vörubílstjórar og tækjaeigendur voru á þessum árum launþegar hjá vegagerðinni. Það voru ekki verktakar. En við vega- og brúagerð og varnargarða á Skeiðarársandi þá unnu 3 brúvinnuflokkar og einn vegagerðarflokkur, bensanflokkur eins og kallaður, sem ég held nú, og það geta aðri leiðrétt hafi nú verið á Scania-bílum á þessum tíma. En auk þess var vegagerð austan Skeiðarára í umsjón Þorsteins Jóhannssonar í Svínafelli sem var vegaverstur í Örðum ásamt ýmsu fleiru. Nú verkaskiptingin var þannig að einn brúvinnuflokkur sá niðurrekstur staura undir undirstöðurnar. Steyptir staurar voru notaðir hann, 11 metra langir. Annar gróf fyrir undirstöðum og gerð sökla og svo þriðji sá stökklan. Síðan breyttist verkaskiptingin þegar kom að yfirbyggingunni. Þá röðuðu menn sér að verkefnið óháð vinnuflokkun. Vegagerðarflokkurinn sá síðan alla jarðvinnu, gerð vega og varnargarða,
það er flutningsefnis í vegi og varnargarða með eigin tækjum en mest öll önnur vinna með leigu. Einnig sá birgðadeild Vegagerðarinnar sem var stór fyrirtæki á þeim tíma alla efnisflutninga í brýrnar með eigin vöru og dráttarbílum og var það eitt og sér ekki lítið verkefni. Vinnubúðir í þessu verki voru bara á 2 stöðum. Það er að segja hrunið úr Lómagnúpnum og síðan við vestan Skeiðarár. Vinnuflokkar Vegagerðarinnar sem unnu að öllu jöfnu frá vori til hausts höfðu haft viðlegu í tjöldum fram að þessu og var það allan tíma sem ég var í brúavinnu. Nú var aftur á móti unnið við veturinn og var því í fyrsta skipti sem viðlega var í skúrum og sennilega í fyrsta skipti líka sem voru baðskúrar svokallaðir. Nú það var oft vindasamt við Lómagnúp og þá mikið sand og grjótfok, þó menn hefðu ætlað að vera í skjóli þar. Og var því stundum brugðið á það ráð að fara með betri bílana að Rauðabergi þegar von var á Hvassviðri til þess að forða þeim frá sandfoki og skemmdum. Nú frá Lómagnúp var sótt bæði að Núpsvötnum og Núpsvötnum eða Núpsúl og Núpsvötnum og Gígjukvísl en voru þó kaffiskúrar á staðnum. Tækjakostur var ekki rosalega mikill miðað við það sem gerist í dag en þau hentuðu nokkuð vel samt. Vegagerðin hafði keypt á árinu 78 dísilhamar til niðurreksturs sem var kallaður Delmag D10 en hafði áður haft lítinn niðurrekstarhamar D5 sem ég hafði talið högg úr og mælt rekstur við Jökulsá og Breiðamerkursandi 2 árum áður, en nokkrum árum áður segi ég. Nú til þess að ráða við þennan hamar hafði Vegagerðin einnig keypt notaða dragskóflu, Kristmann Lion og breytt henni í krana. Þessi krani var lengi í eigu Vegagerðarinnar og kallað gamla konan. Og nú stærsta tækið á staðnum var síðan Manitowoc dragskófla sem Vita- og hafnarmálaskrifstofan átti og hafði aðallega verið notuð í dýpkunarframkvæmdir. Á Skeiðarársandi var hún notuð bæði sem krani til að lyfta stálbitunum á stöpla og einnig sem dragskófla til að draga efni upp í þessar háu 8 metra fyllingar við brúarendana. Báðir þessi kranar voru beltakranar sem var á þeim tímatælu nauðsynlegt til að komast í lausum sandinum en einnig var krani á hjólum með vökvabómu sem notaður var fyrst og fremst við uppsetningu og færslu vóta og sökkla á stöpla. Nú þessi vega og brúa og varnargarðagerð var að mestu unnin að vetri eins og áður sagði og höfðu þær aðstæður óhjákvæmilega áhrif á aðferðir og framvindu. Sandurinn er snjóléttur en frostakaflar gátu verið allharðir. Grunnvatn í sandinum er mjög ofarlega og auk þess er efnið mjög opið. Þannig að vatnsstreymi í sökkulgryfjur var verulegt. Þá gripu menn til þess að ráðs að grafnir voru langir skurðir út frá sökklunum til að lækka vatnsborðið í þeim og minnka dælingu og til þess að rennslið inn í sökkulgryfjurnar lyfti síður upp gryfjubotninum. Þessi skurðir gátu verið nokkur 100 metra langir, þar sem lítill halli er á sandinum. Nú í frostaköflum þurfti í einhverjum tilfellum að nota sprengiefni til að móta fyrir skurðum, þar sem gröfukostur var ekki eins öflugur og í dag. Sökkul og stöpulmóti í þessu verki voru öll úr krossviði og notuð að ég held 2 sett af mótum fyrir þessa 40 stöpla sem á sandinum. Sökkulmótin voru 2,5 metri á hæð og þau voru hengt upp í stálbitum til þess að tryggja að efri brún sökklana væri alltaf í sömu hæð því að föstu mótin 6 metra háu sem komu ofan á voru ekki breytanleg. Þannig að þá náðu menn að hafa efri brún stökklana í sömu hæð. Nú allt steinefni í steypu var tekið á sandinum.
Það var leitað uppi hreint efni og harpað, ekki með stórvirkum vélum, heldur í smáum stíl og má segja að það hefur verið handvalið eins og gjarnan var gert á þessum tíma. Nú haust og vetur 72 var lokið eins og áður sagði við Sökkla og Stökkla brúar á Súlu og í byrjun á 73 var farið að flytja yfirbyggingu brúarinnar austur og kom sér þá heldur betur svo endurbygging vega og brúa sem hafði átt sér stað á árin á undan. Stálbitarnir eru 22 metra langir, eins og hálfsmetris háir plötubitar. Bæði stálbitar og timbur í gólf voru fluttir á bílum vegagerðarinnar, oft við erfiðar vetraraðstöður og var oft tíðrætt færðina sitt hvoru megin við Vík í Mýrdal að vetri til. Nú stálbitarnir voru boðnir út og smíðaðir í Bretlandi hjá fyrirtæki sem hét Dorman Long og hafði vegagerðin langa reynslu af viðskiptum við þá. Nú á staðnum voru sett saman bitapör með þverbitum og millibitum og Manitoba-krani notaði til þess að lyfta þessum 22 metra löngu einingum á 6 metra háa stöpla og vinnupalla. Það sem einingarnar voru síðan boltaðar saman í samfelldar 176 metra langar brýr yfir 44 metra löng göf. Alls voru brýrnar byggðar úr 8 slíkum 176 metra löngum einingum en á Súlu var önnur einingin í 5 höfum 220 metra löng. Brýr á Súlu voru og Gígju voru byggðar úr 2 einingum en Skeiðar úr 5. Síðan voru við báða enda brúna 12 metra langar landbrýr, þannig að heildarlengd brúar á Súlu var 420 metrar, Gígju 376 og Skeiðar á 904. En vetrarveðráttan hafi áhrif á fleira en flutninga og aðdrætti. Þessar hitaeiningar tóku á sig mikinn vind og þurfti stundum að sæta lagi til þess að lyfta þeim upp. Og veðrið hafði einnig áhrif þegar kom að því að leggja timburgólfið á stálbitana. Í risjóttri tíð fraus gjarnan ísskán á efri búm bitana sem var þá reynt að bræða með gasi áður en efri brúnum var tjörguð og timbri lagt. Bitarnir voru ómálaðir þegar þetta var sett upp. En jafnframt uppsetningu yfirbyggingar á Súlu var að fyrri hluta árs 73 byggðar undirstöðu brúar á Gígju og lokið við yfirbyggingu hennar vorið 73. Það var einnig lagður vegur milli Gígju og Skeiðarár og frá Skaftafelli niður að fyrirhuguðum vesturenda brúar á Skeiðará. Nú síðan í ágúst 73 var aftur hafist handa við brúagerð og byrjað á undirstöðum Skeiðarár. Þar sem enn var sumarvatn í Skeiðará á þessum tíma var töluvert bras að halda henni frá vinnusvæðinu með bráðabirgðagörðum. Og það sem vinnusvæði var í raun og orði báðum megin Skeiðarár hafði vegagerðin eignast hjólabát, Lark, til að ösla yfir ána og nýttist hann allvel í þessu. Nú fyrir áramótin 73-4 var búið að byggja 540 metra langa brú á Skeiðará, sem sagt 3 einingar, plús landbrú, og var hún tengd við vetur með bráðabirgðatengingu niður á austasta útskotinu. Síðan fyrir hluta árs 74 var lokið við austurhluta brúar á Skeiðará, sem voru þá 2 einingar, og verkefninu lokið í maí 74. En á sama tíma og brýrnar voru byggðar var jafnframt unnið að gera varnargarða. Allir varnargarðarnir eru malargarðar með grjótvörð þar sem straums er að vænta og mölinni var að mestu ýtt upp á staðnum en einungis voru 2 grjótnámur í þessu verki. Þannig að flutningar voru nokkuð langir. Að vestan var unnið grjót úr Rauðabergshrauni og notað við Súlu og Gígju. Grjót í varnargarða við Skeiðará var aftur á móti unnið úr Hafrafelli, milli Skaftafellsjökuls og Svínafellsjökuls. Nú alls voru þessar brýr
á Skeiðarársandi 1,7 km að lengd, varnargarðarnir 17 og þar af 10 við Skeiðarárna. Það þakka ég fyrir. Gott hljóð.